sæl, kæru vinir, og við erum ferðaglatt fólk þó að förum ekki mikið átt, en plön til alls konar. Og árið 1979 fór ég í eina mjög góða ferð til Torremolinosar á Spáni og lentu þar í svakalegum hita. Ég man eftir því að menn voru farnir kannski að kvíða því að mæta vegnum sem kæmi þegar dyrnar opnuðust á Spánarflugvelli. Og það gerðist, það opnuðust dyrnar og það kom alveg bylgjan inn. Allt í góðu með það. Og svo fórum við á hótelið og þetta var nokkuð stór hópur sem var með samferða á þessum tíma og ég með þeim og þau á mér. Og hagaði þannig til að ég var sér á hóteli sem var eitthvað 10 mínútna gangur á milli og undan brekku að fara, þannig að það var ekki mikið mál að labba það. Og ég man eftir því í fyrsta skiptið sem að ég fór þessa leið. Þá náttúrulega var ég ekki viss alveg hvað þetta var og ég geng hérna niður á Aðalstrætið. Og það kemur til mín maður á svona hvítri hálfverma skyrtu, grannur myndalegu maður, og ég spyr hann á hvar hótelið sem ég var að fara til væri og ég nefndi nafnið. Og hann benti og ég sá hótelið og hann ging svo áfram og snýr mig við og bara nokkru sekúndur seinna til að þakka manninum og ég sá hann aldrei eftir það. Hann birtist þarna bara, svo hvarf hann og seinna var maður nú bara hreinlega að hugsa það hvort þetta hafi ekki bara verið engill Guðs á ferð. Í dag ég nokkuð viss að svo en maður hugleiti þetta allavega ekkert á þeim tíma því að maður var ekkert að velta þessu máli fyrir sér. Ferðin var virkilega góð og ánægileg og hvíldist maður vel þennan tíma og ég man eftir því að ég ákvað að skilja allt eftir heima sem væri heima og á þeim tíma þá var maður nú svolítið skuldugur og ekki alveg fallegustu póstarnir sem maður var að fá sem voru þessi rukkunabréf, þau fylgdu manni eins og Mara vegna þess að maður var ekki að borga skuldirna sínar og þá fylgir þetta manni eins og Mara. Og þetta ár, 79, árið sem ég hætti að nota áfengi og mörgum fannst nú svolítið svona djarft af mér að fara eftir svona skamma edrumennsku. Ég hætti í janúar og þetta var í ágúst. En ykkur að segja, kæru vinir, að þá var ég svo viss í minni sök að kom ekkert annað til greina en að fara í þessa ferð og ég fór í hana og skilaði hann af mér með sóma, kom eftir 3 vikur, sem sagt árið 1979 og í dag 2021 í október og það hefur ekki enn farið áfengi inn fyrir mína varir. Svo viss var ég nú í minni sök. En þarna skeiði margt skemmtilegt, ég man eftir því hvað var gott að borða þarna. Við vorum ekkert, ég var með íbúð, við vorum all með íbúð. Það voru nokkrar íbúð og nokkuð margir sem við vorum þarna með okkur. Við vorum öll með íbúð og ég á mínu stað á hótel sem hét Íris var líka með þarna eldhús og græjur. En ég eldaði mér aldrei sjálfur og ég ætlaði nú alltaf að gera það reyndar. Ég held ég einu sinni til þess að spælt mér egg, það var nú alltaf söm. En við fórum á kvöldin og borðum margir alveg frábæri matsölustaðir hérna. Það var mikilvægt þegar við erum á svona ferðalögum að gera svolítið vel við sig í mat. Og það var nú gert heldur betur með þær. Og á einu stað, það var hérna ekkert langt frá því sem við voru svona tónleikasvið og oft haldnir tónleikar þar og við fórum á eina tónleika. Þú manst þetta Bonnie Tyler
It's a Heartache, þetta í laginu. Og hún var svolítið, mjög vinsæl á þessum tíma, þetta lag var mjög vinsælt með henni. Og við fórum á þessa ágætu tónleika, það var nokkuð margt þarna, en ekki nálægt til að vera fullt. Þetta voru stór og mikil salur og þetta var nú reyndar undir berum himni og það ætlaði ekki verið svona 1-2 þúsund sæti þarna, það geta verið svona 800-900 manns. En fór nú ekki mjög mikið fyrir þeim á þessum stað og þetta var heilmikil og flott rockhljómsveit sem hún var með. Og ég man eftir því að hún var í svona þröngum kjól og svo var hún náttúrulega að fetta sig að bretta og þegar hún gerði svona þá fór alltaf kjóllinu upp og hún var alltaf að tosa niður og ég sá hún var orðið svolítið pirruð greið á þessu tosi niður. En hún klæddi sig svona sjálf þannig að það var ekkert við neitt að sakast. Og maður upplifði þetta þó og ég man eftir flugvél sem flög þarna, það voru alltaf flugvélar að fljúga yfir svona með frá ströndinu með borðum aftan í sér að auglýsa eitt og annan og í eitt skipti þá auglýsti Paul McCartney eða Wings tónleika með sér og hljómsveit sinni Wings en því miður var það vikan eftir að við fórum heim og ég var svolítið sár yfir því, ég hef nú örugglega farið og þá hefði ég séð sennilega Paul McCartney á sviði í fyrsta skipti á minni ævi, ég hef aldrei séð hann en auðvitað oft heyrt í honum og fylgst með honum í gegnum tíðina, eins og líklega þú. Og við kláruðum þennan túr og það var ýmislegt gert þarna, við fórum í einhverja dýraskoðunarferðir og dýragarð og það var svo mikill hiti þarna, það var eitthvað 40 stiga hiti og skepnurnar bara lá í móki undan hitunum þannig að það var nú ekki mikið að sjá þar en samt gaman að aka þarna í gegn, við vorum í rútu og ókum í gegn og það var kæling í rútunni þannig að okkur leiði nú ekkert illa inni. Og svo fórum við sem sagt heim eftir 3 vikurnar og maður var auðvitað feginn að koma heim. En ásetti mér eftirleiðis að fara á hverju ári. En síðan hef ég nú ekki farið í Spánarferð, það getur vel verið að maður skelli sér í Spánarferð og ég held ég myndi nú ekki verið 3 vikur eins og þá, kannski 10 daga. Þannig að hafa nú ekki alveg ræst þær spekulasjónir. En þetta var mjög ánægileg ferð og eins og ég segi þá kom aldrei til greina að setja vínin fyrir sína varir og hefði eitthvað slíkt blundað með mér þegar ég fór, þá hefði ég aldrei farið í þessa ferð, aldrei. Það ætla sko enga áhættur að taka en þegar maður veit, þá getur maður gert ýmislegt. Við skulum skoða þessar myndir sem við tókum í þessari ferð og ég nú búinn að klippa þær aftur til og ég vona að séu nú kannski aðeins skýrar en það nú ekkert víst að þær séu það. Þetta bara ekki skýrar en þetta. En það var gaman að fá að deila þessu með ykkur í Jesú nafni.